Í þessu myndskeiði munum við skoða hvernig meðhöndla skal þau efni og tæki sem kalla á sérstaka meðhöndlun samkvæmt reglum raf- og rafeindatækjaúrgang. Verklag og aðferðir sem við sýnum hér eru byggð á viðurkenndum stöðlum rétta meðhöndlun þessa úrgangs. Áður en við hefjum störf verðum við að klæðast réttum persónuhlífum. Förum nú að vinna. Hvert verkefni krefst mismunandi persónuhlífa. Val á þeim búnaði sem nota skal við mismunandi aðstæður byggir á stöðluðu leiðbeiningum fyrir hvern vinnustað svo sem skráðu áhættumati. Nú skulum við skoða hvaða efni og íhluti á að fjarlægja úr tækjum í afmenguraferlinu samkvæmt löggjöfinni. Þétta að finna í stórum hluta tækja eins og í litlum og stórum tækjum, skjátækjum og varmaskiptatækjum. Þær tegundir af þéttum sem á að fjarlægja úr tækjum eru eftirfarandi. Þéttar sem innihalda PCB á borð við klófen, þéttar sem eru stærri en 2,5 cm á kant eða svipað stórir að rúmmáli. Aðeins má gera ráð fyrir að þéttar séu án PCB ef að minnstakosti einu af eftirfarandi skilyrðum fullnægt. Þétta skal fjarlægja strax í upphafi meðhöndlunar áður en tækið fer í tætingu. Annars geta þéttar skemmst og spilliefni lekið úr þeim. Þétta sem eru ekki merktir sérstaklega þannig að þeir innihaldi ekki PCB á að meðhöndla eins og þeir innihaldi PCB. Rafhlöður að finna í ýmsum gerðum tækja eins og í ferðatækjum og prentplötum. Rafhlöðum skipt í tvo flokka, hlaðanlegar og óhlaðanlegar. Rétt að fjarlægja rafhlöður á fyrstu stigum ferlisins áður en tækin fara í tætingu. Sérstök meðhöndlun nauðsynleg í framhaldinu, sérstaklega á liþíum rafhlöðum sem eru algengar í farsímum og myndavélum. Vernda þarf liþíum rafhlöður gegn of miklum hita og vatni vegna mikillar íkveikihættu. Öryggistæki sem krafist vegna áhættu sem tengist liþíum rafhlöðum eru slökkvitæki í flokki D sem þurfa að vera til staðar á öllum stöðum þar sem þær eru meðhöndlaðar, geymdar eða geta skemmst. Stærstu hluti þessara tækja innihalda prentplötur sem þarf að fjarlægja ef þær eru stærri en 10 fersentímetrar. Prentplötur geta innihaldið efni sem kalla á frekari meðhöndlun til að hreinsa efnin úr. Slík efni eru til dæmis brómuð logavarnarefni í plasthlutum prentplatnanna. Vélræn meðhöndlun prentplatna á að fara fram í til þess gerðum tækjum til að minnka hættu á mengun vegna ryks og þungmálma á vinnustaðnum. Varðandi prentplötur sem geta komið í ljós við vélræna vinnslu gott verklag að fjarlægja allar plötur án tillits til stærðar. Röng vinnubrögð eru: Áður en frekari meðhöndlun prentplatna fer fram á að fjarlægja allar rafhlöður og þétta.
Röng vinnubrögð eru: ef ekki er hægt að aðskilja þétta sem þarf að fjarlægja, er rétt að fjarlægja þá alla af prentplötunni. Gasfylltar úrhleðsluperur eða aðrar perur sem innihalda kvikasilfur geta verið í mörgum gerðum tækja og á að fjarlægja áður en frekari meðhöndlun fer fram. Perur sem falla undir reglur raf- og rafeindatækjaúrgang eru: flúrperur sem innifela rörperur og sparperur, háþrýstar úrhleðsluperur, þar á meðal háþrýstar natríumperur og málmhalógenperur, lágþrýstar natríumperur og LED-perur. Venjulegar glóperur falla ekki undir reglugerð raf- og rafeindatækjaúrgang. Það þarf að fara sérstaklega varlega þegar perur eru fjarlægðar. Góð vinnubrögð eru: allar perur, hvort sem þær eru brotnar eða ekki, á að setja í lokuð ílát til að forðast mengun. Geyma og gáma með perum á stöðum sem verða ekki of heitir til að koma í veg fyrir kvikasilfursmengun. Rofa sem innihalda kvikasilfur þarf að fjarlægja í fyrsta skrefi meðhöndlunar. Prenthylki teljast vera raf- og rafeindatækjaúrgangur þegar virkni þeirra kallar á notkun rafmagns samkvæmt nýlegri löggjöf. Prenthylki er að finna í mörgum ljósritunarvélum og prenturum og geta innihaldið spilliefni á borð við þungmálma. Prenthylki á að fjarlægja í fyrsta skrefi meðhöndlunar til að koma í veg fyrir óæskileg áhrif á umhverfið. Ef leifar af prentdufti leka út á að nota viðeigandi iðnaðarryksugu til að hreinsa upp leifarnar. Röng vinnubrögð eru: á eftir þarf frekari meðhöndlun sem felur í sér að hreinsa blek og prentduft úr hylkjum. Þetta ferli þarf að fara fram með sérstökum tækjum og í umhverfi sem er útbúið með tilliti til sprengihættu. Tæki sem ef til vill innihalda íhluti með geislavirkum efnum eru til dæmis reykskynjarar og ýmis lækningatæki. Til að koma í veg fyrir umhverfisslys er nauðsynlegt að finna og fjarlægja öll slík tæki með varúð. Túpuskjáir eru í gömlum gerðum af sjónvörpum og tölvuskjám. Tilgangurinn er að fjarlægja íhluti sem innihalda efni sem eru skaðleg fyrir menn og umhverfið eins og blý og kadmíum. Kadmíum er algengt í flúrhúð innan á skjágleri meðan blý er brætt með glerinu og er því hluti af því. Áður en túpuskjár er meðhöndlaður frekar þarf að aflétta þrýstingi af skjánum til að koma í veg fyrir að hann brotni.
Við þessa aðgerð þörf á sérstakri aðgæslu til að koma í veg fyrir að nokkrar leifar af túpugleri loði við aðra íhluti. Að lokum flúrhúð fjarlægð af framgleri með viðeigandi iðnaðarryksugu. Plast með mismunandi innihald eða brómuðu logavarnarefni kann að vera í ytra plasti í ýmsum gerðum tækja á borð við sjónvörp og lítil tæki, en einnig í ýmsum íhlutum raftækja svo sem prentplötum og hugsanlega í rafmagnsnúrum. Þessi plastefni þarf að finna og fylgjast með þar til þau eru ekki lengur talin vera úrgangur samkvæmt gildandi löggjöf. Í flokki varmaskiptatækja eru tæki eins og kæliskápar og varmadælur sem innihalda kælivökva fyrir virkni þeirra. Hvaða innihaldsefni í vökvum sem þurfa að vera í kæliskápum og loftkælingum? Sumir af þessum vökvum innihalda rokgjörn lífræn efni sem geta annaðhvort valdið eyðingu á ósonlaginu eða þau geta valdið verulegri hlýnun vegna gróðurhúsaáhrifa. Á hinn bóginn ammoníak sem líka notað í kælibúnaði í ísskápum og loftkælingum mjög eitrað og eldfimt en það hefur ekki sömu skaðlegu áhrifin á umhverfið. Þessi efni í lokuðum kælikerfum kæliskápa og loftkælinga, í olíu í pressum og í einangrunarfrauði í veggjum kæliskápa. LCD-skjáir eru í ýmsum tækjum á borð við sjónvörp, tölvuskjái og fartölvur. Þar sem hugsanlega að finna kvikasilfur í baklýstum flatskjám þarf að meðhöndla þá af varkárni. Asbest var stundum notað í rafeindatækjum sem voru framleidd fyrir árið 1985, það í hitaeinangrun slíkra tækja. Í stað asbest má búast við að eldfastar keramiktrefjar séu notaðar í hitaeinangrun og íhlutum í nýrri gerðum tækja. Í þessu myndskeiði höfum við skoðað góða verkferla í úrgangsstjórnun á efnum og tækjum sem kalla á sérstaka meðhöndlun. Við höfum einnig bent á hvað teljast slæmvinnubrögð. Þegar við vinnum okkar störf mikilvægt að hafa ávallt í huga okkar eigið persónulega öryggi og verndun umhverfisins. Við skulum nú í lokin fara yfir helstu atriðin í þessu myndskeiði efni og tæki sem kalla á sérstaka meðhöndlun. Efnir og tækin sem kalla á sérstaka meðhöndlun í myndskeiðinu eru þéttar, rafhlöður, prentplötur, perur og íhlutir sem innihalda kvikasilfur, prenthylki, íhlutir sem innihalda geislavirkefni, túpuskjáir, LCD-skjáir, plast með brómuðu logavarnarefni, ýmis kolefnisefnasambönd, kælivökvar og efni sem innihalda asbest og eldfastar keramiktrefjar. Skoðum stuttlega helstu atriðin í þessum efnis- og tækjaflokkum. Fjarlægja á þétta sem innihalda PCB og þétta sem eru stærri en 2,5 cm. Þétta sem eru ekki merktir þannig að þeir innihaldi ekki PCB skal meðhöndla eins og þeir innihaldi PCB. Allar rafhlöður skulu fjarlægðar. Sérstök meðhöndlun á lithium rafhlöðum. Fjarlægja skal prentplötur stærri en 10 cm og allar sem koma í ljós í velrænni vinnslu. Perur sem falla undir reglur raf- og rafeindatækja úrgang eru flúrperur sem innifela rörperur og sparperur, háþrýstar úrhleðsluperur, þar á meðal háþrýstar natríumperur og málmhalogenperur, lágþrýstar natríumperur og LED-perur. Venjulegar glóperur falla ekki undir reglugerð raf- og rafeindatækja úrgang. Byrja þarf á að fjarlægja perur og flokka þær eftir tegundum. Perur sem innihalda kvikasilfur þarf að flokka frá sérstaklega. Setja þarf allar perur í lokuð ílát og viðhafa varúð ef perur brotna.
Rofa og aðra íhluti sem kunna að innihalda kvikasilfur þarf einnig að fjarlægja í fyrsta skrefi meðhöndlunar. Prenthylki teljast vera raf- og rafeindatækja úrgangur þegar virkni þeirra kallar á notkun rafmagns. Prenthylki geta innihaldið þungmálma og þarf að fjarlægja. Þau þarf að fjarlægja í upphafi meðhöndlunar. Reykskynjarar og ýmis lækningatæki kunna að innihalda geislavirk efni. Nauðsynlegt er að finna og fjarlægja slík tæki með varúð. Skjáir skiptast í túpuskjái og flatskjái. Í túpuskjám er blý og kadmíum sem eru spilliefni. Sundurtekt á túpuskjám er framkvæmd í nokkrum skrefum til að fjarlægja og flokka rétt efnin sem í þeim eru. LCD-skjái er að finna í flatskjám. Baklistir flatskjáir kunna að innihalda kvikasilfur og þarf að framkvæma sundurtekt af varkárni. Plast með brómuðu logavarnarefni kann að vera í ytra plastbyrðu tækja, í prentplötum og rafmagnsnúrum. Í kælivökum varmaskiptatækja eru ýmis rokgjörn kolefnisefnasambönd sem kunna að hafa áhrif á hnattræna hlýnun og eyða ósonlaginu. Einnig ammóníak sem er eitrað og eldfimt þó það hafi ekki sömu umhverfisáhrif. Sum eldri tæki frá því fyrir 1985 kunna að innihalda asbest sem hitaeinangrun. Asbest er eitrað og þarf að fjarlægja með mikilli varúð. Í nýrri gerðum tækja geta verið eldfastar keramiktrefjar.